Máttu byrja mjög fljótlega, Birgir? Núna. Góðan daginn bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari, forstöðumaður stjórnsýslu og upplýsingamála og fjármálastjóri sem hér eru samankomin á Zoom fjarfundi vegna aðstæðna í samfélaginu okkar. Ég býð ykkur velkomin á 300. og 50. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Fundurinn er tekin upp og sendur út í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Ég óska hér í upphafi fundar eftir afbrigðum frá boðaðri dagskrá til að taka inn fundargerðir bæjarráðs númer 790 frá þriðjudeginum 28. mars og númer 791 frá því fyrr í dag, 29. mars, ásamt liðum sem þeim tengjast og liðnum fundaráætlun bæjarstjórnar, ef enginn veitir því andmælum. Svo virðist ekki vera og þá förum við yfir dagskrána. Dagskrá fundarins í dag er eftirfarandi. Fyrsta dagskrá er ársreikningur Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2022 til fyrri umræðu hér í bæjarstjórn. Síðan eru það fundargerðir bæjarráðs númer 789, 790 og 791. Þær verða bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Síðan er það fundargerð hafnarstjórnar númer 293, fundargerð fræðslunefndar númer 123, fundargerð mannvirkja og veitunefndar númer 12, fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 21 og síðan eru það 5 mál undir liðnum almenn mál. Það er notendaráð fatlaðs fólks, síðari umræða, samþykkt umgengni og þrifnað utanhúss og starfsvæði haust, síðari umræða, stækkun lóða við Hjallaleiru, stækkun á lóðinni Búðareyri 8, reglur leikskóla og síðan fundaáætlun bæjarstjórnar. En þá göngum við til dagskrár og það er liður númer 1 sem er ársreikningur Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2022 sem hér er tekið fyrir í fyrri umræðu í bæjarstjórn eins og við kom inn á hér áðan og það er bæjarstjóri Jón Björn Hákonarson sem mun mæla fyrir ársreikningi. Gjörðu svo vel, Jón Björn. Já, forseti, takk fyrir, góðir bæjarfulltrúar. Svona skal nú viðurkenna það að það er sérstakt í ljósi svona allra aðstæðna sem í samfélaginu okkar núna að bæla fyrir ársreikningi en engu að síður mikilvægt og nauðsynlegt í ljósi laga það að taka slíka reikning fyrir apríl ár hvert og því göngum hér til fyrri umræðu eins og forseti sagði áðan ársreikning Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2022. Þessi ársreikningur hefur verið eins og gefur að skilja áritaður hér rétt fyrir fund af bæjarráði þar á fundi þess og á einni bæjarstjóra fyrir umræðu en hann skal fjalla í 2 umræðum eins og lög gerir ráð fyrir og það er áformað að hann verði afgreiddur hér við síðari umræðu formlega í bæjarstjórn 13. apríl næstkomandi. Ég ætla nú að stikla á stóru í stærðum ársreikningsins og svona aðeins í lokin kannski að fara yfir það sem svona þá mynd sem hann gefur og þá mynd sem þetta er með því að ársreikningar náttúrulega taka til reksturs liðins árs en gefa okkur náttúrulega vísbendingu það ár sem nú er undir og hvað það áskoranir bíða sveitarfélagsins. En rekstratekjur í þessum ársreikningi þá samstæða A, B hluti og rétt að hafa í huga að þarna erum að ræða eins og allir þekkja. A hluti er svokallaður sveitasjóður og síðan er B hluti fyrirtæki eða undirstofnanir sveitarfélagsins sem eru með standa undir sínum rekstri einnig og þá með þjónustu gjöldum eins og hafnarsjóður, sorpmiðstöð sem þá kallast eða sem sagt úrgangsmálaflokkur, veitur og fleira. En rekstrartekjur samstæðunnar námu samtals 9,4 milljónum eða 9.443 milljónum króna á árinu 2022 og þar af voru rekstrartekjur A-hlutans eða sveitasjóðsins 7.560 milljónir rétt rúmar. Til samanburðar voru rekstrartekjur samstæðu á árinu 2021 8.908 milljónir og er þarna hækkun 6% á milli ára. Rekstrargjöld án afskrifta í samstæðunni námu aftur 8.198 milljónum króna og þar af voru rekstrargjöld í A-hluta 7.189 milljónum króna. Þetta gerir það að rekstrarniðurstaðan eða svokölluð EBITDA án afskrifta, fjármagnsliðar og tekjuskatts hjá samstæðunni var jákvæð sem nam 1.1.1245 milljónum króna á þessu ári.
Þar af var rekstrarniðurstaða í A-hluta jákvæð 371 milljón. Framleiðin eða EBITDAn, þess ekki svona íslenskulega skemmtilega að nota framleiðina, nam 13,2% hjá samstæðu og 4,9% hjá A-hluta þar af leiðandi. Rekstrarniðurstaða fyrir bæði A-hluta og B-hluta, eða fyrir A-hlutan og síðan náttúrulega samstæðan í heild sinni litast af verðbólgu og hækkun lífeyrisskuldbindinga. Í rekstrinum eru gjaldfærðar fjármunatekjur og fjármagnsgjöld að fjárhæð 603 milljónir króna hjá samstæðunni og þar af 454 milljónir króna í A-hlutan. Gjaldfærslan er því í þessari samstæðu A- og B-hluta 225 milljónir króna hærri en á fyrra ári og 393 milljónir króna hærri en áætlun ársins gerir ráð fyrir og litar hún afkomu ársins. Það er rétt að hafa í huga að í samanburði ársreikningum milli 22 og 21 í samstæðunni að þá náttúrulega bara það er svo mynd á það og verður mynd á það einnig í fréttatilkynningu sem fer úti eins og allir þekkja þá fer út fréttatilkynning til Kauphallar einnig en þetta er síðasta árið sem við föllum undir Kauphallar skilmála og vinnum þetta með þessum hætti að ársreikningur er áritaður bara rétt fyrir bæjarstjórnarfund en nú á þessu ári greiðast upp þau lán sem undir Kauphallar skilduna falla og þar leiðandi erum við undan skilin þá þeim reglum sem það hafa gilt núna nokkuð langt skeið. Þá á þessu milli þessar 2 ára 20 og 2021 hjúkrunarheimilin voru taka tillit til þess að hjúkrunarheimili Fjarðabyggðar voru yfirtekin í maí á árinu 21 af ríkissjóði og eru þar leiðandi komin út úr ársreikningi 2022. Þá er einnig önnur breyting sem varð hér svo nú í þessum ársreikningi fyrir 2022 en það var eftir í framhaldi af breytingu á reglugerð 12 frá 2015 ársreikninga sveitarfélaga sem tók gildi árið 2021 að þar er það metið að það þurfa að færa inn hlutdeild í byggðasamlögum sem falla undir ábyrgð sveitarfélags. Það er það mat að okkur endurskoðandi hjá Fjarðabyggð sé það samband sveitarfélag Austurlandi eða SSA sem fellur undir þetta ákvæði eitt byggðasamlag og er þannig fært inn í ársreikning 2022 en hafi í huga að enga síður er það lítill hluti ársreikningu 137 milljónir í eigin fé sveitarfélagsins. Fjárfestingarhreyfingar í samstæðunni á samstæðu A-hluta sveitarfélagsins námu á síðasta ári samtals 1.126 milljónum króna samanburði við 921 milljón árið áður. Helstu fjárfestingar ársins voru vegna hafnar og íþrótta og skólamannvirkja auk vatnsveitu. Söluverð rekstrarfjármuna og íbúðarhúsnæðis nam 141 milljónum króna á árinu samanborið við 306 milljónir árið 2021. Spila þar inn í það breytingar á húsnæði sem við færðum yfir til Bríetar á árinu og þar á undan. Afborganir langtímalána og leiguskuldbindinga námu 614 milljónum króna á árinu 2022 og lántökur ársins námu 355 milljónum króna í heildina. Handbært fé lækkaði á árinu 166 milljónum króna og nam 130 milljónum í árslok 2022. Eignir sveitarfélagsins voru í lok árs 2022 samtals að fjárhæð 17.868 milljónir króna og þar að námu fasta fjármuni 16 milljörðum 713 milljónum. Heildarskuldbindur og skuldbindingar Fjarðabyggðar með lífeyrisskuldbindingum innifalli námu á árinu 10.965 milljónum króna og hækkuðu á milli árum 670 milljónir. Langtímaskuldir við lánastofnun og leiguskuldir námu 5.427 milljónum króna og er það langstærst langtímalán. Leiguskuldir eru óverulegar. Og lífeyrisskuldbinding og aðra skuldbindingar námu samtals 3.510 milljónum króna og er það hækkun þar á milli ára í takt við breytingu á lífeyrisskuldbindingu og uppreikningu þess. Eigið fé samstæðunnar nam í árslok 6.904 milljónum og samanburði við 6.529 milljarða í árslok 2022 og breytingin á eigið fé skýrist að rekstrarniðurstöðu ársins og endurmati lóðum sem þekkja. Þetta gerir það að verkum að samtals er samstæðan í 28 milljóna króna hagnaði en rekstur A-hluta í 300 milljóna króna rekstrarhalla sem eins og áður hefur komið fram og skýrist mestuleyti skýrist náttúrulega stóruleyti af því að ræða náttúrulega eins og hefur komið fram sú verðbólga sem við höfum séð og því miður sjáum enn gerir það verkum og það hefur sem alltaf verið ljóst í rekstri Fjarðabyggðar og annarra sveitarfélaga sem eru skulda að slík verðbólga hefur gríðarlega áhrif á rekstrarniðurstöðu þeirra ásamt því að lífeyrisskuldbindingar fer hækkandi. Þetta er svona
í þessu samhengi ásamt því að enn framkvæmda eða fjárfestinga stig sveitarfélagsins hátt á liðnu ári og spila þar mest inn í náttúrulega við lukum þar byggingu íþróttahússins á Reyðarfirði, fórum í umfangsmiklar viðhaldsframkvæmdir einnig, tengslum við Myglu og hluta þeim fjárfestinga færist og síðan hafa verið miklar framkvæmdir í hafnarmannvirkjum á Eskifirði sem samkvæmt áætlun á að ljúka á þessu ári með dýpkurum til að taka þau mannvirki í notkun. Framkvæmdir gengu allar vel að því lítið til að þær fóru til framkvæmda og var lokið, en engu að síður það nokkuð ljóst að í því árferði sem við erum í núna, í hárri verðbólgu og því efnahagsumhverfi sem þá þarf gríðarlega mikið aðhald í rekstri Fjarðabyggðar. Það mjög mikilvægt að fjárhagsáætlun sveitarfélagsins gangi eftir í þeirri mynd sem hún framsett. Það er nokkuð ljóst að slakir ekki. Við þurfum líkt og svo sem ríkisvaldi og fleira að draga úr okkar framkvæmdum. Áætlun ársins 2023, ef við horfum á hana út frá þessum niðurstöðum þessa ársreiknings, tók mið af því að draga úr framkvæmdum og ég held að það sé full ástæða til þess að rýna þær fram eftir þessu ári einnig til þess að horfa í því að líka bíða okkar ennþá umfangsmikil verkefni í formi viðhalds. Þannig að það er ljóst að utanaðkomandi áhrif eru mikil á efnahag Fjarðabyggðar líkt eða fjárhag Fjarðabyggðar líkt og annarra sveitarfélaga á Íslandi og svo sem bara íslenskt samfélag. Íslenskt samfélag mun ekki þola það að vera í þessu verðbólguumhverfi lengi sem við erum í og það þarf náttúrulega forgangsmál stjórnvalda og sveitarfélaga og okkar allra að ná á því, að ná utan það eða efnahagslífsins á Íslandi að ná utan það til þess að minnka það til þess að rekstur okkar geti og okkar allra geti orðið hagkvæmari til lengri tíma litið, en þetta kallar líka og slíkt kallar á aðhald eins og áður segir í fjárfestingum og framkvæmdum, en svo líka bara náttúrulega aðhald í rekstri mjög brýnt og mikilvægt í þessu umhverfi og með við þessa niðurstöðu síðasta árs að þá það svona og hefur svo sem komið skýrt fram í umræðum fjárhagsáætlun síðasta árs í bæjarstjórn og held ég bara almennt í umræðum núna það sem af þessu ári að það sé sameiginlegur skilningur alla því að það þarf að horfa mjög til þess. Engu að síður þetta niðurstaða liðins árs í rekstri Fjarðabyggðar og stærstu hluta og af miklum hluta skýrist af annars vegar efnahagsumhverfi, hækkun lífeyrisskuldbindinga og síðan fjárfestingum sem rétt að hafa í huga eru hærri heldur en lagt var upp með í áætlunum. En engu að síður sýnir þetta samt, ef við horfum til tekjuhliðar sveitarfélagsins, sýnir samt ótrúlega fjárhagslegan styrk sveitarfélagsins til að takast á við þær aðstæður sem uppi eru og ég ekki viss að það séu svona kannski öll sveitarfélög sem í þeirri öfundsverðu stöðu að geta tekist á við það með þeim hætti sem þó hægt. Þetta þetta bara má þakka afrakstur, má þakka það umhverfi sem við búum í öflugu atvinnulífi sem hér í öllum okkar samfélögum, þar sem mikil útflutningsverðmæti eru framleidd og gerir það að verkum að okkur tekst að takast á við það umhverfi sem við erum í. Engu að síður þá verður felast í þessu miklu áskorun eins og áður segir og það þetta bara það sem þarf að hafa til hliðsjónar. Það má draga úr niðurstöðu síðasta árs inn í vinnu þessa árs. Auðvitað það þannig að hér fyrri umræða ársreiknings. Milli umræðana hann þá umræðu ástæða þykir tæla til en endurskoðendur hafa farið yfir hann og við síðar umræði svo gefum út endurskoðunar skýrsla og fleira þessu tengt. Ég hef fengið afrit líka einnig að stjórnsýslu og það í henni ekki stórar athugasemdir þannig að ég held til að þessi ársreikningur gefi nokkur raunsanna mynd af þessu en sjálfsögðu það ekki endanlegt fyrir við síðar umræðu þegar hann tekinn til endanlegar og formlegar afgreiðslu. Ég held ég sé svo sem fari ekki frekar fleiri líkil tölur á þessu reikningi frekar en það sem ég fór með hér
utan það sem ég fór með hér áðan sem svona eru helstu lykiltölur, þetta náttúrulega sneisafullt talnaefni, ársreikningurinn telur 33 síður, þannig við getum tekið verulega langa og ítarlega yfirferð, en ég gera fyrir menn rýni í það betur og bæjarfulltrúar hafa gert það. Eins og áður segir þá verður hann nú sendur á samsett tilgengu til Kauphallar, en þetta síðasta árið sem slík skylda á okkur og þar lendi sem gerir það verkum ársreikningi fjalla í drögum, í trúnaði, þangað til að hann birtur hér við fyrri umræðu. Þannig ég held að sé ekki fleira frá mér, forseti, í þessu, það sem ég mæli nú hér fyrir honum til fyrri umræðu. Takk fyrir. Takk fyrir. Þá orðið laust þennan lið. Ragnar Sigurðsson, bæjarfulltrúi, beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og fjármálastjóri. Ég kveð mér hér hljóðs undir liðnum ársreikningur sveitarfélagsins til fyrri umræðu. Undanfarin ár þá höfum við vakið athygli á versnandi rekstrarstöðu Fjarðabyggðar og segja má að þessi ársreikningur sýnir svo að ekki verður villst að staðan hefur í raun aldrei verið verri og þrátt fyrir mjög erfiða stöðu í kjölfar bankahrunsins þá var hún auðvitað fyrst og fremst erfið þar vegna erfiðara lánaskilyrða og stökkbreytingu afborgana. Og staðan einfaldlega sú að líkt og þá að við stöndum frammi fyrir því að þurfa að taka erfiðar rekstrarákvarðanir. Niðurstaða ársreikningsins sýnir það svart og hvítu. Við erum í rauninni komin í þrot gagnvart óbreyttum rekstri. Það sést á sjóðstöðunni. Við sjáum að handbært fé frá rekstri var neikvætt áramótin rúmlega 200 milljónir króna. Í ársreikningum handbært fé frá SSA að gefa í rauninni ranga mynd af þeirri rekstrarstöðu sem sveitarfélagið í. Við erum háð yfirdráttarheimild og án hennar þá gætum við einfaldlega ekki greitt út laun og þannig að sko rekstrarstaðan bara í rauninni grafalvarleg og það er rétt sem að Jón Björn kom inn á að tekjuhliðin blessunarlega góð og umfram væntingar og það það eina jákvæða sem að hægt að finna í þessum ársreikningi. Og tekjuhliðin auðvitað til marks það eins og bæjarstjóri kom inn á að sýnir þann mikla þrótt og kraft sem að í atvinnulífinu og endurspeglast í háum meðaltekjum einstaklinga í Fjarðabyggð með því sem bara það hæsta á landinu. En þrátt fyrir það þá gengur okkur sífellt erfiðara að taka ákvarðanir hagræðingar og rekstrarlegar ákvarðanir. Við erum ekki bara að glíma við það núna vegna utanaðkomandi áhrifa. Ársreikningurinn núna sýnir að við erum með 470 milljón króna lakari niðurstöðu heldur en við gerðum ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Og það var líka svipaða sögu að segja árið 2021. Og rekstrarniðurstaða A-hlutans 350 milljón krónum lakari en á árinu 2021. Þannig að þetta viðvarandi vandi og við verðum einfaldlega að bregðast við honum. Og til þess að í rauninni að sýna fram á hvað við erum í rauninni að glíma við erum búin að vera í mikilli þenslu á undanförnum árum. Starfsmönnum fjölgaði til dæmis bara á milli ársreikninga frá 2021 til 2022. Það fjölgaði starfsmönnum 30 og stöðugildunum fjölgaði 21. Og ef við horfum bara aftur í tíman og horfum á frá 2015 þá starfsmönnum fjölgað úr 429 starfsmönnum í 565 í árslok 2022.
Þetta er 24% fjölgun starfsmanna hjá sveitarfélaginu. Og stöðugildin haldast þar nokkuð í hendur. Það fer úr 336 stöðugildum árið 2015 í 423 stöðugildi í lok árs 2022, sem er 21% fjölgun. Og þetta er bara einfaldlega langt umfram það sem að við ráðum við og dæmi þessa miklu útþenslu. Að hluta til á fjölgun rétt á sér. Við getum hort til málefni fatlaðra og félagsþjónustunnar. En þetta er bara svo langt umfram það. Og því til hliðsjónar getum við líka hort til þess að við skiluðum erfiðum rekstri hjúkrunarheimilanna. Og á þessum tímabili þá í rauninni fer þá sá rekstur út úr samstæðunni og fækkar þar að leiðandi starfsmönnum sem því nemur, en enga síður eru við að fjölga starfsmönnum sífellu og í rauninu umfram þá fækkun sem þá varð. Og þetta er eitthvað sem við verðum bara einfaldlega að horfast í augu við og það sýnir í rauninni bara skort á aga hjá okkur. Það er bara einfaldlega fólkið í því að við náum ekki að halda í við fjárhagsáætlanir. Það er ekkert annað en agaleysi, við verðum bara að horfast í augu við það. Og þessi staða að þetta sé að gerast aftur með jafn alvarlegum hætti og gerðist 2021 sýnir það bara að við erum ekki að taka ákvarðanir sem að leiða til þess að snúa þessari þróun við. Og enn og aftur þá lýsir Sjálfstæðisflokkurinn sig bara reiðubúinn til þess að koma til samstarfs við meirihlutann og ég hvet bara okkur bæjarfulltrúana til þess að einblína á það hvernig við drögum úr útgjöldum og því það er það sem við verðum að gera. Það á að vera forgangsverkefni hjá okkur og við erum tilbúin í að leitast allra leiða til þeirra hagræðingar og við höfum flutt tillögur það. Við höfum flutt og ég geri mig grein fyrir að við erum og verðum ekki sammála allar þær hagræðingarleiðir sem að við teljum að best sé að fara í og það hefur verið þrætuepli hjá okkur undanförnum árum en við höfum samt sem áður einnig lagt fram tillögur það að fara í samstarf. Við lögðum fram tillögu það að reyna að sporna við fjölgun starfsmanna með því að bæjarráðið myndi þurfa að gefa heimild til þess að auglýsa störf að nýju og við vildum þá bara einfaldlega ræða það, útfærslur á því. Við höfum líka lagt fram tillögur að mynda starfshóp til þess að fara og horfa á hagræðingar. Það var samþykkt að bæjarráð myndi funda sérstaklega slíkt. Það hefur ekki ennþá verið boðað til fundar til þess að ræða þær mögulegar hagræðingarleiðir í því og nú síðast var samþykkt stjórnsýsluúttekt. Þannig að ég held að við séum nú alltaf að fikra okkur nær því að átta okkur á raunveruleikanum og nær því að fara að taka einhverjar ákvarðanir sem að snúa að því. Og þannig að óháð þessum efnahagslegu afleiðingum og efnahagsástandinu sem er núna með þeirri verðbólgu sem hefur auðvitað áhrif á reksturinn, að þá getum við einfaldlega ekki firrað okkur ábyrgð með því að benda á efnahagsástandið. Reksturinn er búinn að vera vaksa upp í þessi vandræði sem hann er komin í og efnahagsástandið er einfaldlega bara til þess að bæta á þann vanda. Við verðum að byrja á því að fylgja þeim áætlunum sem við setjum okkur og jafnframt að taka ákvarðanir sem að leiða til hagræðingar. Við einfaldlega getum ekki gert neitt annað. Það er bara við sjóðstaðan ein og sér og það handbæra fé, það leyfir ekkert annað. En að öðru leyti mun ég bara fjalla nánar rekstrarstöðu sveitarfélagsins við síðari umræðu ársreikningsins.
Takk fyrir þetta, Ragnar. Þá orðið laust þennan lið. Stefán Þór Eysteinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og ágæti bæjarfulltrúar og aðrir sem eru komin hér. Það eru auðvitað á ýmsu að taka varðandi ársreikning síðasta árs og eins og Jón Björnsson kom inn á og Ragnar snerti líka á þessu leyti þá það hafa auðvitað verið gríðarlega krefjandi aðstæður í efnahagsumhverfinu og það ekki hægt að líta fram hjá því að það lánaumhverfi og það umhverfi sem að sveitarfélögin hafa skapað sér þá í formi þessara verðtryggðu lána, það eru auðvitað, við erum auðvitað að líða miklu leyti fyrir það í þessum ársreikningi og hækkandi gjöldum hjá sveitarfélaginu og við finnum það fyrir því sem sveitarfélag alveg eins og bara landsmenn finna að 10% verðbólga sem fer væntanlega lækkandi núna bráðlega, það auðvitað hefur gríðarleg áhrif á allan rekstur og við getum ekki litið fram hjá því að það hefur gríðarleg áhrif og við erum að sjá það í okkar ársreikningi hér og finnum svo sannarlega fyrir því. Við auðvitað við gerð síðustu fjárhagsáætlunar þá vorum við að einhverju leyti við vorum svona meðvituð stöðuna og það var komið aðeins inn á það sé búið að vera þensla og það hefur auðvitað verið töluvert fjárfest í uppbyggingu hér í sveitarfélaginu í einum og það alveg rétt og við tókum meðvitað ákvörðun að draga úr þeim fjárfestingum og í raun og veru fjárhagsáætlunin gerð síðasta árs miðaði svolítið við það og það má sjá það í fjárhagsáætluninni sem við gáfum síðan út að við erum að reyna að halda auðvitað fjárfestingum í lágmarki en auðvitað ákveðin krafa á ákveðnar fjárfestingar í sveitarfélaginu eðlilega. Það og svo auðvitað koma upp atvik þar sem við þurfum að bregðast við en við höfum tekið meðvitað ákvörðun að reyna að láta það rúmast innan fjárhagsáætlunar því að eins og bæði Jón Björn og Ragnar kom inn og þá gríðarlega mikilvægt að við sýnum aga í því að halda í við þessa fjárhagsáætlun sem við settum okkur. Það auðvitað ýmislegt meira þarna inni sem að hafa áhrif á okkur. Launavísitalan auðvitað hún hækkaði töluvert meira heldur en við gerum ráð fyrir og á miðað við verðbólguna sem hefur verið síðustu mánuði og þá kjarasamninga sem hafa verið gerðir þá ljóst að launin munu halda áfram að hækka og við auðvitað þurfum að fylgjast vel með því. Það má svo ekki heldur kannski gleyma þessum auknu lífeyrisskuldbindingum sem að hafa vegið ansi þungt í uppgjöri bæði þá síðasta árs og ég vissi að þið hafa tekið þá umræðu þá fyrir ársreikning 2021. Þar var auðvitað verið að endurreikna þessar lífeyrisskuldbindingar og kom það töluvert niður á fjárhagið. Aftur eru lífeyrisskuldbindingarnar töluvert fram úr þeim áætlunum sem við gerðum en þetta auðvitað reiknar stærðir og færast þá til í raun og veru þessar langtíma skuldbindinga hjá okkur en við getum auðvitað ekki litið fram hjá því og það er mikilvægt að fylgjast með því en þetta auðvitað hefur töluvert mikil áhrif og það auðvitað rétt ábyrgð okkar mikil og ég held að í þeirri vinnu sem fór fram í fjárhagsáætlunar gerð síðasta árs þá höfum við stigið í raun og veru mörg jákvæð skref í þá átt að eins og ég kom inn á áðan draga úr fjárfestingum eins og við getum ýmsar svona hagræðingar tillögur komið fram og flestar voru nú til þess fallar að jafnvel auka þjónustustigið og svona meiri samþættingu ákveðinna þjónustar og svona ákveðin samþétting á þjónustu líka sem auðvitað að mestu leyti af henni góða. Þannig að við höfum auðvitað verið að taka ákveðin skref en eins og ég segi, ábyrgð okkar auðvitað mikil og við þurfum auðvitað að fylgjast vel með og sýna aga í okkar útgjöldum og nú þetta bara upp af ársins og þannig að við erum í góðu tækifæri til þess að sjá til þess að fjárhagsáætlunin gerð síðasta árs að hún standist
og já, þannig að tækifærið til staðar og við munum halda áfram þeirri braut. Hvað varðar þessa aukning í stöðugildum? Hafa stöðugildin aukist og eins og Ragnar kom inn á með aukinni þjónustu í hinum ýmsu málaflokkum. Hér hefur verið gríðarlega mikil uppbygging á til dæmis fjölskyldusviði sem hefur verið mjög jákvæð á öðrum sviðum. Við erum í svona sæmilega stóru sveitarfélagi. Við erum 10. stærsta sveitarfélagi ef ég man rétt og við erum fjölkjarna sveitarfélag og erum með marga þéttbýlisstaði, þannig að okkar rekstur er flóknari en kannski gengur og gerist. Þannig að þessi aukningu þó hún hafi verið einmitt töluverð, þá held ég að mörgu leyti sé hægt að útskýra hana út frá þessari auknu þjónustu sem að kemur síðan notendum okkar á góðu. Og já, en eins og segi, við höfum tækifæri til sín aga og í okkar fjármálum og það munum við gera. Ekki meira frá mér í bili, forseti. Takk fyrir það. Jón Björn Hákonarson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir. Ég er mjög ánægður að hafa fundið hendina í Zoom. Ég er búin svo lengi á Teams, ég ætla aldrei að finna hana. Það bara aðeins til að koma inn í þetta og dreigja ekki því og það eðlilegt á því séu skoðanaskipti og annað slíkt. Það kannski rétt að hafa í huga og eins og Ragnar kom inn á í sínu máli að í sambandi við fjölgun stöðugilda fleira. Bæði náttúrulega þessum tímapunkti þá hefur við höfum það er aukin þjónusta í málaflokki fallara eins og hann benti réttilega á og sem eðlileg hefur verið eðlileg þróun í þeim efnum. Í ljósi bara umfangs þess málaflokks. Síðan náttúrulega verðum við að hafa í huga og hvaða skoðun svo sem við höfum á styttingu vinnuvikunar í því kjaraumhverfi sem þá er hún að spila inn í líka og semst hjá okkur sem öðrum opinberum aðilum og það er kannski svona vissuleyti á þess að ég ætla að gagnrýna nokkuð þá kjarabót og eflaust og inntak þeirra kjarabóta í formi þess er afskaplega mikilvæg inn í þetta kjaraumhverfi á Íslandi að stytta vinnutímann, auka þar leiðandi tíma fólks með fjölskyldum sínum, en það kallar á einnig og er hluti af og ekkert hér heldur bara í öllum rekstri og eigi að veita sömu þjónustu, þá kallar það náttúrulega á fjölgun stöðuhlutfalla og í mörgum geirum þess er hægt að breyta en sum þjónusta hefur það í eðli sínu og henni verður ekki breytt. Það sem eru sólarhringsvaktir og annað, þetta er það ekki jafn stór málaflokkur hjá okkur eins og hjá á mörgum sviðum ríkisins, en allt þetta hefur áhrif inn í rekstrar grundvöll sveitarfélaga. Og þetta þarf að ræðast og er eitt af því sem sveitarfélögin eru að ræða í tekjuskiptingamódeli sínu og fleira, að þetta mun hafa áhrif. Eðli þjónustunar er það þannig að við þurfum þá að horfa til þess að breyta henni á einhvern þann hátt. Ef skal fækka stöðugildum, þá er það og nú einmitt stendur við kynning á fjármálaáætlun, ég man rétt að hafa heyrt í fjölmiðlum í dag þó ég hafa lítið að skoða og það er eitt af því sem er inntak í fjármálaáætlun núna, menn ræða þar fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar ræða þar svona grundvallar eða þessi svona samdrátt í starfsmannafjölda, en það hlýtur í eðli sínu að kalla þá á einhvers konar eðlisbreytingu þjónustu. Og það þarf að vera vel að skoða og slíkt oft, það er mín skoðun að slík breyting felst, hún er best gerð ef hún hefur að sér ákveðin aðdraganda og það sé þá nýtt og þetta sé unnið til lengri tíma með lengri framtíð heldur en til styttri tíma til þess að mæta ákveðnum áföllum í efnahag. Þannig að ég vona að það verði svona inntak þeirra vinnu sem áfram verður unnin hjá sveitarfélaginu að horfa á langtímamarkmið og langtíma breytingar á þjónustu sem þá í ljósi samfélagsins alls og það gerir það alltaf eins og Stefán kom inn á það mun alltaf gera það hér í Fjarðabyggð í
samsetningar sveitarfélagsins að það er að í því felast áskoranir og annað slíkt. En á sama tíma megum við heldur ekki vera feimið við það að horfa á bara breytingu á bara samfélagsbreytinguna sem við erum í og þá möguleika sem við höfum hugsanlega inn í ýmsum kerfum okkur svo fræðslukerfi fleira á að nýta tækni til þess að kennslu og annað slíkt ekki bara með einhverju rekstrarhagræðingu heldur líka bara til að horfa til bara þess hvernig við ætlum að manna öll störf því að á sama tíma erum við líka í mikilli samkeppni sveitarfélag hér vantar fleiri vinnandi hendur inn á svæð og það svo vonandi að það sé að breytast núna með öllu þeirri uppbyggingu sem á sinn stað í húsnæði og mjög brýnt að verði. Þannig að það felst í því líka tækifæri til sóknar og til breytinga og við hefum ekki að loka á það. Hvað varðar fjárfestingar sem ég kannski kom ekki inn á enda fannst mér það ekki eðlilegt að ég fari inn á það í innleiðingunni að fyrri umræðunni að þá eru þær fjárfestingar sem við farið í allar og svo sem hafa verið í allar í góðri sátt í gegnum tíðina í bæjarstjórn svona bursið frá pólitískri samsetningu hennar. Ég tel að allar þessar fjárfestingar sem við höfum farið í hafa raun og verið til þess að mæta þeirri þörf sem uppi fyrir ýmsa þjónustu og þjónustubreytingar, stækkun samfélagana og annað slíkt. Þær hafa allar verið nauðsynlegar en á sama tíma þetta núna bara í ljósi hvað sem efnahagsstöðunnar og líka þungsreksturs á samhliða því þá þurfum við að draga úr þeim eða svona forgangsraða þeim mjög skipulegum hætti. En ég held samt að það hefur verið gott, því að það aldrei gott að vera í fjárfestingu sem ekki full samstæð en slíkt hefur þetta verið hjá okkur. Þannig ég held að það sé kannski horfum í við þetta miklar fjárfestingar sem við erum í sem sveitafélag, sem varðar hafnarsjóð, sem þetta með öðrum hætti í víðflestum sveitafélögum, en allt þetta til þess að svara þessu öfluga atvinnulífi sem býr til þessa miklu tekjur okkar og eru framundan. Við höfum líka ótal tækifæri til sóknar sem við þurfum líka að hyggja. Þannig að þetta er í þessu felast miklar áskoranir en ég tel þetta sé ekki svona hafandi setið í bæjarstjórn eftir hrun og í þeim áskorunum sem þá voru það sem voru gríðarlegar sveiflur í skuldum sveitafélagsins. Þær gátu verið sitt hvorra morgni og kvöldi líka við en það var annað eins og kom fram áðan. Það var í öðru umhverfi, þá tel ég samt að sveitarfélagið eigi og geti tekist á við þetta á margan hátt vegna þess að það hefur sterkan tekjurinn. Það væri erfiðara líka ef hann væri brostinn. En hann það sannlega ekki og þetta ár gefur nú til kynna vonandi að það sé sama upp á teningnum en við vorum að koma út úr mjög öflugri loðnuvertíð og sem mun hafa og setja mun skila vonandi miklum tekjum. Þannig í þessu felast líka tækifæri held ég. En leið, þetta er vinna og þetta er að ná góðri sýn en á sama tíma þannig að við getum sem samfélag haldið við utan íbúan okkar og höfða til nýra íbúa. Það var ekki fleira frá mér fórsti. Takk fyrir það. Orðið laust. Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir áhorfendur. Ég bara þakka fyrir þessi svör og ég held að það sé til mikilla bóta fyrir okkur í umfjöllun reksturinn að við reynum að nálgast með raunhæfum hætti og við reynum ekki að fegra hann. Við verðum einfaldlega bara að ræða ársreikninginn og stöðu rekstrarins eins og hann og það er langt best að horfa bara á stöðuna og handbæru fé í því samhengi. Við einfaldlega ráðum við mikið meira og við erum búin að vera að afgreiða fjárhagsáætlanir með það fyrir augum að það er ofboðslega lítið svigrúm í rekstri og okkur tekst samt sem áður ekki að fara í þær hagræðingaraðgerðir sem við boðum við úthlutun síðustu ramma í fjárhagsáætlun. Þannig að við verðum einfaldlega bara að vaxa upp í þetta verkefni og það er miklu nær og miklu eðlilegra og miklu betra fyrir
þetta samfélag sem að býr við mjög bjarta framtíð. Þetta er ofboðslega sterkt sveitarfélag og það er alveg rétt sem að Jón Björn sagði. Við höfum ofboðslega mörg tækifæri til þess að takast á við þennan vanda án þess að skerða framtíðar möguleika þess. En þetta er aftur á móti áskorun og ef að við segjum bara frá stöðunni eins og hún og gerum íbúum bara grein fyrir þessari stöðu, þá verður miklu auðveldara að takast á við þær hagræðingar aðgerðir sem við óumflýjanlega þurfum að takast á við. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Þá sýnist mér enginn biðja orðið, þá ber ég til samþykktar að vísa ársreikningi Fjarðabyggðar og stofnunar fyrir árið 2022 til síðari umræðu bæjarstjórnar. Þau sem það samþykkja gefa merki. Og það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það næst á dagskrá fundargerðir bæjarráðs númer 789, 790 og 791 og þær eru lagðar fram saman til umræðu og afgreiðslu. Orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Stefán Þór Eysteinsson, formaður bæjarráðs, bauð orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar og aðrir sem hér eru komnir. Ég ætla að fá að ræða undir fundargerð bæjarráðs 789. Byrja þar á lið 2.5. Fara þar í samstarfsyfirlýsingum uppbyggingu leiguhúsnæðis í Fjarðabyggð. Þannig erum við í raun og veru að halda áfram þeirri vegferð sem hafin var hér fyrir þó nokkru. Húsnæðisáætlunin okkar títtnefnda sem við unnum saman hér í byrjun eða lok síðasta árs sýnir það mjög glöggt að það er mikil þörf á aukinni uppbyggingu húsnæðis og þetta er liður í því, mikilvægur liður í því að við séum í góðu sambandi við þessi leigufélög þá eins og Brák og Bríet og svo þetta aðra sem hafa áhuga að koma hérna og byggja upp húsnæði og það er þetta mikilvægt að við séum opin fyrir þess og ég tel að við höfum svo sannlega verið það og þannig ég fagna þessari áframhaldandi uppbyggingu. Næst vill ég vekja athygli á erindi 2.7. Það var erindi frá Ungmennafélaginu Leikni varðandi aðstöðu fyrir rafíþróttadeild á Fáskrúðsfirði. Ég fagna þessu erindi. Hér er Leiknir að sýna ákveðið frumkvæði. Þeir hafa samband við þá rafíþróttadeild sem er nú þegar til staðar í Fjarðabyggð og hefur starfað með góðu móti á Eskifirði. Og þeir hafa óskað eftir ákveðnu samstarfi sem er eitthvað sem við höfum talað fyrir hjá okkar íþróttafélögum í Fjarðabyggð. Það er mikilvægt að sú þekking sem er nú þegar til staðar innan Fjarðabyggðar sé nýtt þegar kemur að þessum íþróttum og þessu erindi ber að fagna. Þetta er auðvitað rafíþróttirnar eru auðvitað að ryðja sér til rúms núna og höfða auðvitað til ákveðins hóps ungmenna og þetta er oft á tíðum góð leið til þess að fá þessi ungmenni út úr skilinni og til að starfa í hóp og er eins og ég skil þetta bara af henni góðu þannig ég fagna þessu erindi frá Ungmennafélaginu. Nú, ef við förum svo yfir í bæjarráð, fundargerð bæjarráðs 790 og förum í lið 3.4 þar, reglur leikskóla. Þar liggur fyrir að tillaga frá fræðslustjóra að í raun og veru gera foreldrum kleift að fá endurgreitt fyrir þann dvalartíma sem ekki er nýttur. Þannig það er aðeins verið að auka svigrúmið fyrir foreldra sem hafa tök á því að taka börnin heim í kringum hátíðirnar. Og þetta er auðvitað af hinu góða. Þetta gefur leikskólastjórum og stjórnendum í leikskólum auðvitað aukið svigrúm til að skipuleggja sína starfsemi með sínu starfsfólki og auðvitað er líka ákveðin leið til að auka við svona samverustundir fjölskyldunar. Þannig að ég held að þetta sé einfaldlega að finna góða. Svo
í liðum, svo eru þarna margir liðir í fjallum lóðaumsóknir og það auðvitað því ber að fagna enn og aftur þessa fjölda lóða sem að við erum úthluta, sem eru auðvitað bara hið besta mál og svona sýnir þennan, bara eins og bæði Ragnar og Jónbjörn kom inn á áðan, þennan styrk í sveitarfélaginu, það er gríðarleg uppbygging í gangi og það svona sést vel á þessum lóðarumsóknum sem að hafa verið að berast undir okkur. En fleira var það ekki hjá mér undir fundargerðum bæjarráðs í bili, forseti. Takk fyrir þetta. Orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerðir bæjarráðs númer 789, 790 og 791 til samþykktar, þau sem þær samþykkja vinsældamerki. Þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá það næsti liður, það fundargerð hafnarstjórnar númer 293 og orðið laust þá fundargerð. Sýnist enginn hafa beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð hafnarstjórnar númer 293 til samþykktar, þau sem hana samþykkja gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 6 sem fundargerð fræðslunefndar númer 123 og orðið laust þá fundargerð. Sýnist enginn biðja orðið og þá ber ég fundargerð fræðslunefndar númer 123 til samþykktar. Þau sem það samþykkja gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð mannvirkja og veitunefndar númer 12 og orðið laust fundargerð mannvirkja og veitunefndar. Enginn hafa beðið orðið og þá ber ég fundargerð mannvirkja og veitunefndar númer 12 til samþykktar. Þau sem hana samþykkja vinsældamerki merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 21 og orðið laust þá fundargerð. Þuríður Lilja Sigurðardóttir, formaður umhverfis- og skipulagsnefndar, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Það var svo sem mörg mál á dagskrá þessari fundargerð. Það var aðalega byggingarleyfi og úthlutun lóða. Það var eitt sem langaði að koma inn á undir fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar og það 816 sem eru lausar lóðir í Fjarðabyggð. En það var tekin sú ákvörðun út af ástandi í þjóðfélaginu og öðru hækkandi aðföngum og dýru bara miklum kostnaði við að byggja íbúðir og hús að halda áfram afslætti í 75% af gatnagerðargjöldum út árið 2023 og með þess ætlum við að reyna að koma til móts við fólk og hvetja áfram til áframhaldandi uppbyggingar. Og svo var það áframhaldandi vinna við nýtt deiliskipulag á Eskifirði. Þar kom skipulags- og umhverfisfulltrúi með 2 tillögur og var nefndin sammála og var allir sammála þá tillögu sem var valin, sem bara mjög jákvætt. Þannig að næsta skref að það verður farið með þetta fyrir íbúafund. Og svo var það svo sem ekki fleira. Það var mál 817 sem samningur Skógræktarfélag Reyðarfjarðar. En það rauninni bara samtal sem á svona byrjunarstigi til þess að gera. En fyrir liggur að það verður farið í einhvers konar samstarf og samning við Skógræktina uppbyggingu á skógum í Reyðarfirði. Fleiri var það ekki, forseti. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þá orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar.
Mér sýnist enginn vera að biðja orðið og þá ber ég fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 21 upp til samþykktar. Þau sem hana samþykkja vinsamlegast gefa merki. Fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 21 til samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í almenn mál og fyrsta almenna málið notendaráð fatlaðs fólks. Og hér koma inn til síðar umræðu drög að samþykkt fyrir samráðshóp málefni fatlaðra en fyrrum forseti mælti fyrir samþykktinni hér við fyrri umræðu og hún kemur hér inn til síðar umræðu og orðið laust þennan lið. Mér sýnist enginn vera að biðja orðið og þá ber ég samþykkt fyrir samráðshóp málefni fatlaðra upp til staðfestingar. Þau sem það samþykkja, gefa merki. Samþykktin samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í næsta lið sem samþykkt umgengni og þrifnað utanhúss á starfssvæði Haust eða Heilbrigðiseftirlits Austurlands og þau drög voru hér til umræðu á síðasta fundi og koma hér inn til síðar umræðu og orðið laust þennan lið. Sýnist enginn hafa beðið orðið. Þá ber ég samþykkt fyrir umgengni og þrifnað utanhúss á starfssvæði Heilbrigðiseftirlits Austurlands upp til staðfestingar. Þau sem það samþykkja. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í næsta lið sem stækkun lóða við Hjallaleiru og þessu vísað frá umhverfis- og skipulagsnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar og tillaga að óverulegri breyting á deiliskipulagi lóða við Hjallaleiru í Reyðarfirði. Að ræða lóðirnar Hjallaleiru 13, 15, 17 og 19. Umhverfis- og skipulagsnefnd og bæjarráð hafa samþykkt tillöguna fyrir sitt leyti og koma þær hér til afgreiðslu bæjarstjórnar. Orðið laust þennan lið. Þá ber ég óverulega breytingu á deiliskipulagi lóða við Hjallaleiru upp til staðfestingar. Þau sem það samþykkja, gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það næsti liður sem stækkun á lóðinni Búðareyri 8, Reyðarfirði, sem vísað frá umhverfis- og skipulagsnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar og það aftur tillaga að óverulegri breytingu á deiliskipulagi miðbæjar á Reyðarfirði vegna stækkunar lóðarinnar að Búðareyri 8 fyrir heilsugæslustöð. Umhverfis- og skipulagsnefnd og bæjarráð hafa samþykkt þessa tillögu fyrir sitt leyti og hún hér borin upp til staðfestingar bæjarstjórnar og orðið laust þennan lið. Hafa enginn beðið orðið og þá ber ég óverulega breytingu á deiliskipulagi miðbæjar á Reyðarfirði upp til samþykktar og þau sem það samþykkja, gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 13 sem eru reglur leikskóla og ég ætla að mæla fyrir þessum lið og þetta rauninni breytingar á reglum leikskóla og eins og Stefán Þór Eysteinsson kom inn á hér áðan þá gengur hún út á að foreldrar barna geti sótt niðurfellingu leikskólagjalda milli jóla og áramóta í dymbilviku og í vetrarfríi grunnskóla. Og það vonast til þess að þessi breyting virki sem hvati fyrir foreldra til þess að gefa börnum frí þessa daga sem auðveldar svo á móti í leikskólanum að verða við óskum starfsfólks leyfi en í tengslum við styttingu vinnuvikunar. Og það ekki gert ráð fyrir að kostnaður aukist við þessa breytingu en eins og Stefán kom inn á þá á þetta virka svona sem hvati. Og orðið laust þennan lið. Það hafa enginn beðið orðið, þá ber ég upp til staðfestingar bæjarstjórnar breytingar á reglum fyrir leikskóla. Þau sem það samþykkja vinsamlegast gefa merki. Samþykkt með
9 atkvæði. Þá erum við komin í síðasta mál á dagskrá sem fundaáætlun bæjarstjórnar og ég ætla að leggja hér fram þá tillögu að frá og með næsta bæjarstjórnarfundi flytjist bæjarstjórnarfundir að nýju yfir að Hafnargötu 2 á Reyðarfirði og hefjist þá á hefðbundnum fundatíma klukkan 16:00. Og hér með ber ég þessa tillögu upp til samþykktar, þau sem hana samþykkja með að gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá dagskráin tæmd en Jón Björn Hákonarson bæjarstjóri hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jón Björn. Já, forseti, takk fyrir. Bara hér örstutt í lokin, sérstökum ástæðum, fyrsta lagi náttúrulega, og ég veit ég tala fyrir hönd allra bæjarstjórnar hér og skoðum fram að við náttúrulega erum þessa síðustu daga frá 6 á mánudagsmorgni síðastliðnum hefum gengið í gegnum afar krefjandi og sérstaka tíma samfélag okkar. Bæði hér út á Norðfirði en eins á Eskifirði og síðan náttúrulega bara á Austurlandi þar sem Seyðfirðingar við deila kjörum með okkur í þessu núna vegna þessa ástand sem komið hefur upp út af hættu á snjóflóðum. Það svo sem búið og það sem ekki dulist neinum framhjörnum farið, öllu uppsýngum sem frá þessu hafa komið í fjölmiðlum að hér var náttúrulega gríðarleg mildi að ekki fór verr þó. Að hér skildi enginn slasast alvarlega eða láta lífið, var auðvitað mikil mildi allra æðri vætta hverjir svo sem þeir eru. Og við gleðjumst yfir því og mér nú kannski efst í huga núna bara í öllu þessu ati sem búið vera og það kannski það sem ég meinti með áðan þegar vorum að hefja hér og ég veit að það þetta efst í huga allra bæjarfulltrúa núna. Þó við séum í þessum málum sem hér eru undir í dag og eru mikilvæg, þá náttúrulega eru stærstu verkefnin okkar núna að takast á þessar aðstæður sem upp eru, tryggja það að allt sé til reiðu í okkar samfélagi til að takast á við þessar aðstæður og þá hugsanlega það veður sem framundan því að við erum ekki alveg laus úr þessu verkefni en það spáð mikilli ofankomu í nótt og mikilli úrkomu í nótt og á morgun sem svo breytist í rigningu þannig að það mun líka verða áskorun fyrir okkur. En í þessu öllu þá bara mér efst í huga þakklæti til allra íbúan og ég veit að það fyrir hönd okkar allra sem í bæjarstjórn sitjum fyrir að hafa sýnt á þessum tíma ótrúlegt æðruleysi, samstöðu og samhug í þessu verkefni. Þetta ekki einfalt, þetta líka rífur upp gömul sár sem eðlilega eru enn til staðar eftir mannskæðu snjóflóð 1974 en engu að síður þá hefur maður fundið það alveg ótrúlega sterkt hvernig við göngum í gegnum þetta allt saman. Náttúrulega þakka öllum viðbragðsaðilum hérna heima sem hafa staðið í ströngu meira og minna síðan á mánudagsmorgun og munum verða við verðum fram að helgi og gerum þetta öll saman. Þakka náttúrulega öllum viðbragðsaðilum sem hafa komið og öllum stofnunum og almannavarnakerfinu á Íslandi sem hefur náttúrulega brugðist við og það bara með ólíkindum að finna alla þá samstöðu og allan þann samhug sem hefur komið frá alls staðar af landinu og hvernig að þessu hefur verið staðið og hvernig við munum standa þess áfram. Ég hef sagt að þetta verkefni sem við erum öll saman og við leysum þetta verkefni öll saman. Það sannaði sig svo sannarlega hér og við sáum það í gær þegar eftirlitsmenn Veðurstofunnar voru hér að störfum. Þegar létti til að garðarnir sýndu mátt sinn megin, þeir gripu snjóflóð sem fjallu hér niður Ystigarðurinn sem annars hefði lent á húsum sem þar voru undir ef þeir hefði ekki verið komnir. Fjórði garðurinn sem voru nú að kynna hönnun daginn og bæjarstjórn ræddi og tók á móti ofanflóð og síðan var farið hér íbúafund. Ef hann hefði verið kominn þá hefði hann afstýrt flóðinu á Starmýri. Þannig að nú mikilvægara sem aldrei fyrr að við vinnum okkar. Nú hönnunin lokið, við erum skipulagsferli að hefjast, það allt komið í undirbúning á Fjarðabyggð og vonandi munu stjórnvöld sjá til þess að fjárveitingar verði úr ofanflóðasjóði
til þess að ráðast í þá framkvæmd sem fyrst til þess að við ljúkum vörnum hér á Norðfirði og leið verið tryggt fjármagn til þess að ljúka vörnum á Eskifirði því að það eigum við ennþá eftir að verja Grjótána og það má ekki bíða né svo sem nokkur staðar annars staðar á landinu sem það eru fullt af samfélög sem búa við vá eins og þessa. Það bara eins og ég segi það er náttúrulega bara í þessu núna og ég veit að bæjarstjórn tekur undir bókun bæjarráðs Fjarðabyggðar bókaði á fundi sín núna þakkir til alls samfélagsins og viðbragðsaðilana á þessu nótum sem ég hef verið að tala upp úr þessari bókun og þessari öflugu viðbragðssveiti sem við eigum hér í Fjarðabyggð þá sem að hafa komið og ég veit að hún gerir það sinni bókun og lyftir hér upp í fundarlok enda fundagerðar. Ég líka að nota tækifæri þetta er minn síðasti fundur bæjarstjórnar, allavega sinni skulum við segja, maður veist aldrei að segja aldrei sem bæjarstjóri því að ég mun láta störfin sem bæjarstjóri hér eftir helgi og nýr bæjarstjóri taka við Jón Árný Þórðardóttir sem ég óska nú til hamingju daginn og endurtek þær óskir afskaplega hún er afskaplega mikil fagmanneskja sem mun taka hér við og ég veit að rekstur sveitarfélagsins er í góðum höndum með henni og hún mun taka vel utan þetta verkefni sem henni er falið. Ég vil bara ætla ekki að hafa henni hér kveðjur ég er svo sjálfur á leið í leyfi frá störfum sem bæjarfulltrúi næstu 6 mánuði þannig að ég mun ekki minnst að sitja hér þennan vettvang á þeim tíma en mun nú ekki hlaupa frá neinu verkum sem við erum í núna heldur ljúka þeim og koma þeim þannig að mér til eftirmanns míns að sé og verði í störfum alveg frá miðnætti á sunnudagskvöld sýnist mér á öllu óbreyttu á mánudagsmorgni en ég ætla bara að nota tækifæri Fjarðabyggðar fyrir samstarfi, ég ætla ekki að halda neina lengri kveðjur það hefur verið afskaplega ánægjulegt að fá að gegna starfi bæjarstjóra núna síðustu tæpu 3 árin í svona framhaldi af löngum tíma í bæjarstjórn og vinna með öllu þessu fína fólki sem vinnur fyrir sveitarfélagið okkar. Það hefur verið bara heiður og forréttindi og fá líka að vinna inn á vettvangi ýmissa verkefna á vegum sveitarfélagsins. Ég vona að eitthvað hafi verið gott að því sem maður hefur gert og þó að eflaust hefði margt mátt betur gera. Það er bara svo annað. En nota bara þetta tækifæri að þakka kærlega samstarfið. Það hefur verið ómetanlegt, það var ómetanlegt hversu vel á móti mér var tekið þegar ég kom inn í þetta hlutverk mjög snögglega og sú samvinna og samstæða sem ég fundið í gegnum þau verkefni því að þau eru búin að vera æði mörg, nokkur almannavarnaástand og en allan tíman hef ég fundið það vel hversu mannauður Fjarðabyggðar er mikill. En það eru næg verkefni núna, þannig að maður ekki eða löngu tími ræður. Það er ýmislegt framundan í kvöld hér til aðstoðar við það og undirbúa okkur undir nóttina og verkefni næsta sem vonandi leysast öll vel og við förum að sjá fyrir endan einhvern tíma hlýtur snjórinn að verða uppseldur. Það getur bara ekki verið þessi til endalaust af honum, þannig að við vonum það sannlega núna en nú göngum við þetta bara saman öll eins og við höfum gert fram að þessu og klárum þetta verkefni sem nú er kannski hvað brýnast að komast í gegnum þessa snjóflóð þetta almannavarnaástand þannig að við getum snúið til svona hefðbundinna lífs að nýju. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Jón Björn og ég held ég tali fyrir hönd allra hér og með því að þakka þér kærlega fyrir ánægjulegt samstarf. Og ég ætla nú svo sem ekki að flytja neina sérstaka kveðjuræðu eins og þú sagðir, þú ert í leyfi til 6 mánaða, þannig að við bíðum aðeins með hana. En við erum komin á enda dagskrárinnar og til næsta bæjarstjórnarfundar verður boðað með dagskrá þann 13. apríl.